Ég heiti Rut Jörgensdóttir og meðrannsakandi minn Anna Björg Sverrisdóttir og erum við báðar þroskaþjálfar en störfum nú sem aðjúnktar við þroskaþjálfabraut við menntavísindasvið. Og við beindum spurningum okkar til þroskaþjálfa í grunn- og framhaldsskólum. Það er fagleg ábyrgð þroskaþjálfa að stuðla að fullri þátttöku nemenda, meðal annars með því að aðlaga námsumhverfi að þörfum þeirra og styðja þá í félagslegum samskiptum. Þroskaþjálfa vinna oft með nemendum sem eiga í aukinni hættu á að vera jaðarsett og má áætla að þau börn eða þá nemendur hafa verið sérstaklega viðkvæmir fyrir áhrifum samkomubandsins í faraldrinum. Það var svo okkar rannsókna áhugi að skoða hvernig þroskaþjálfa upplifðu þjónustu við nemendur, hvaða áhrif þeir telja að ástandi hafi haft á félagslegt tengsl nemenda og hvernig þeirra eigin fagþekking hafi nýst. Svarhluta þroskaþjálfa í grunnskóla var 40%, eins minna í framhaldsskólum, en við spurðum svipaðar spurningar í báðum könnunum, en í grunnskólakönnuninni voru fleiri opnar spurningar sem veita mjög mikið upplýsingum sem áhugavert væri að fylgja eftir með frekari rannsóknum, til dæmis viðtölum. Við erum enn á frumgreiningastigi og munum aðallega vísa í niðurstöðu á grunnskólakönnuninni, en svör við framhaldsskólakönnun virðast styðja við þessar niðurstöður. Þjónustu við nemendur í samkomubanni auðvitað þá skertist þjónustan hjá öllum börnum, en það virðist vera að hún hafi skerst enn frekar hjá þeim sem þurfa mestan stuðning til þátttöku. Við spurðum hvernig kennsla, þjálfun og stuðningu hafi verið löguð af þeim nemendum sem þroskaþjálfa veita þjónustu. Og í grunnskólakönnun kom fram að 7 nemendur, eða 8,3%, fengu enga eða nær enga þjónustu og 35% nemenda fengu skerta þjónustu í skólanum en enga þjónustu í gegnum fjárbúna á móti. Alls 64,3% svaranda í grunnskólakönnun töldu að nemendur þeirra hafi ekki verið í stakk búnir til að nýta sér fjarnám og í svörum við opnum spurningunum var oft sagt að ekki væri hægt að kenna mikið föllnum börnum í gegnum fjarnám og einnig voru sumir að sinna mjög ungum börnum. En þar sem samskipti og samvinna milli heimilis og skóla voru góð, þá gekk mun betur að veita þjónustu í gegnum fjárbúnað. Þarna voru svo einnig ýmsir aðrar leiðir í að veita þjónustu, eins og símhringingar, gönguferðir, leikir, útivera, netmiðla, stuðningu við foreldra, en það virðist hafa verið háð frumkvæði og hugmyndaflugi, þroskaþjálfa og annars starfsfólks. Í svörum frá þroskaþjálfa í framhaldsskólum kom fram að sumir nemendur sýndu jafnvel meiri virkni og meiri þátttöku í fjarnámi en áður, en einnig þar fundum við fyrir ákveðinni uppgjöf ef nemendur virtust ekki geta nýtt sér tæknina. Varðandi félagslegt tengsl og samskipti við jafnaldra, það voru 67,9% svaranda í grunnskóla sem töldu að nemendum hafi tekist ekki nógu vel eða lítið sem ekkert að viðhalda félagslegum samskiptum á tímabilinu. Það virðist vera að þeim börnum sem áttu félagslegt samskiptanet fyrir COVID gekk mun betur að viðhalda samskiptum og jafnvel styrktist netið þeirra. Og það virtist henda sumum nemendum bara mjög vel að hafa samskipti gegnum netmiðla. En það eru sterkar vísbendingar að börn sem voru félagslega jaðarsett fyrir COVID einangruðust enn frekar. Líka kom fram að félagslegt tengsl barna virtust styrkjast þegar skólastæður fá fram í smærri hópum þar sem utanumhald var gott og hugað var að hópefli og þar mynduðust þá jafnvel ný tengsl. Misjafnt var hvort markvisst var reynt að aðstoða nemendur við félagsleg samskipti, oft var að talið fyrir utan hlutverk skólans og talið vera ábyrgð foreldra. Og í svörum kom oft fram að erfitt var að viðhalda samskiptum af því að nemendur gátu ekki hist. Og einnig eru dæmi að nemendur og fjölskyldur voru sérstaklega hvött til að nýta sér samskiptamiðla og kennd var þá á ákveðnar leiðir. Og flestir þroskaþjálfa í framhaldsskólunum nefndu að stærstu áskoranir sem nemendur þurftu að takast á við voru félagslega. Það er að viðhalda félagslegum tengslum. Fagþekking þroskaþjálfa og samstarf. Margir þroskaþjálfar upplifðu að fagþekking þeirra hafi nýst mjög vel í þessum fordæmalausu aðstæðum, þar sem þurfti að hugsa út fyrir boxið. Þeir þroskaþjálfar sem voru í miklu samstarfi við aðra fag- og starfsstéttir í skólanum töluðu að þeirra þekking hafi gagnast vel, að þeir hafi átt þátt í að finna góða lausnir þegar þurfti að aðlaga starf og umhverfi að breyttum aðstæðum.
Dæmi að nemendur sem höfðu verið mikið sér, voru meira með bekknum sínum og þar af leiðandi nýttist þekking og kunnáttu þroskaþarfa fleiri börnum. En ekki var alltaf leitað til samstarfs við þroskaþarfa eða leitað eftir þeirri fagþekkingu og ráðgjöf. Sumir sögðust hafa verið settir í önnur verkefni eða jafnvel að starf þeirra hafa verið lagt niður, eins og einn orðaði það, af því að nemendur mætti ekki. Víst ekki verið að sumir þroskaþarfa upplifðu sig jaðarsetta, fannst þau vera einangraðir og aðgreindir í skólanum og samstarfshópnum. Og það virtist vera hugsunarhátturinn mínir, þínir nemendur, það hindrun í að nýta fagþekkingu og samstarf. Og þá eru það áskoranir og tækifæri. Við verðum að tryggja öllum börnum aðgengi að menntun og þjónustu, líka í heimsfaraldri. Og við getum ekki samþykkt að þau börn sem þurfa hvað mestan stuðning sitja á hakanum. Það ekki nógu gott að segja að það sé ekki hægt. Við þurfum að breyta þeim viðhorfum. Í samningu Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks eru skýr ákvæði bann við mismunun. Og mismunun felst meðal annars í því að fá ekki nauðsynleg hjálpartæki og aðlögun. Og einnig að það kveði á að allir fái að tilheyra samfélagi án aðgreiningar. COVID-faraldurinn varpaði skýru ljósi á jaðarsetningu nemenda. Sumir nemendur virðist hafa alveg dottið út úr samfélagi og félagslegum tengslum. Fyrir börn og unglingar skóli mikilvægur vettvangur fyrir félagsleg samskipti og tengslamyndun. Fyrir suma skólinn eini vettvangurinn fyrir félagsleg samskipti þar sem þeir tilheyra hópi jafnaldra. Við spyrjum, það ekki einmitt eitt af hlutverkum skólans að vera sá vettvangur líka í samkomubanni og að hans ábyrgð að halda áfram að styðja við félagsleg tengsl nemenda og finna þá leiðir til þess. Við þurfum einnig að aðstoða nemendur og fjölskyldur við að byggja upp félagsleg tengslanet sem haldast þó að skóla- og frístundastarf kerfist. Við þurfum að hugsa okkar nemendur, ekki mínir eða þínir nemendur, af því að allar stéttir sem starfa innan menntakerfis hafa það markmiði að stuðla að þroska, vellíðan og fullri þátttöku allra barna. Það felast svo óteljandi möguleika í tækninni og ætti hún að geta boðið öllum nemendum upp á fjölbreytilega leiðir til náms og þátttöku, líka þó að sé ekki faraldur. En í faraldrinum var fólk að snúa bökum saman sem leiddi til mjög góðs samstarfs og samvirkni. Allir lögðu sitt af mörkum til þess að finna bestu lausnir og þetta eru sá kjöraðstöðu fyrir nýsköpun og þróunarstarf og við þurfum að viðhalda og efla því. Og við vonum að rannsóknirnar COVID-menntakerfið varpa ljósi á stöðu nemenda í menntakerfinu og sýna hvað breytingar mest þörf. Og við hvetjum til að hefja markvissa vinnu í samstarfi við alla til þess að tryggja öllum bestu tækifæri til náms og þátttöku. Alltaf. Takk fyrir.